drögin á pallinum í dag, breyta svo lítið til og efnið sem ég ætla að deila með ykkur eitthvað sem allir þekkja. Við höfum öll lesið þetta í Biblíunni og við ætlum bara að skoða ofurlítið dýpra og kanna ýmis mál, það á ég við lengd og breidd og svo framvegis á borginni Helgu. Hugsið ykkur bara að það heilt efni í Biblíunni gefið varðandi hina nýju Jerúsalem sem hið efra og þá byrjaði ég á að spyrja ykkur. Þá ætla ég að byrja á því að spyrja ykkur, veistu hvað bíður þín í borginni Helgu, hið efra á himni? Ef við ekki að skoða þetta í Biblíunni í dag og kynnast þessu. Mér finnst ég alltaf læra meira eftir 50 ár og það bara að gera að halda áfram að skoða Biblíunni, lesa og rannsaka og þá kynnumst við ekki bara Biblíunni og sögunum, frásögunum í Biblíunni betur og betur, heldur kynnumst við Guði betur og betur. Við skulum halda áfram. Í Hebreabréfinu í 11. kafla segir í 8. versi: fyrir trú hlýddi Abraham hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. Hafið þið einhvern tímann upplifað svona? Ég tala nú ekki það kall frá Guði og hann segir okkur að bara flytja, selja húsið eða yfirgefa allt þetta gamla kunnuga og fara á ókunnuga stað. Ég tala nú ekki þegar að þú veist ekki hvert þú átt að fara, þú átt bara að fara. Og þetta sko texti og frásögn með áskorun til okkar að gera eitthvað. Svo segir í 10. versinu, því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn, þeirra sem Guð smiður að og byggingameistari. Vissu þið að Guð smiður? Við höfum talað yfirleitt það að Jesús hafi verið smiður þegar hann ólst upp þarna og lærði hjá jarðnesku föður sínu Jósef að smíða borð og stóla og selja eða gefa öðrum. Hann var smiðurinn frá Nasaret. En kannski áttu Guð föður hér? Hvort heldur sonurinn eða Guð faðirinn að þetta á við þá báða? Og það var þessi borg sem Abraham leit upp til. Hann þráði að verða þegn í þessari borg, að fá að eiga heima þarna. Hann hafði fengið vitranir og sýnir og þetta eitt vissi hann, að sama hvert Guð kallaði hann til að fara, hann vissi að þetta myndi bíða handan við það allt saman. Getur það ekki verið uppörfi fyrir okkur líka í dag í þessum vonda heimi, þessum versnandi heimi? Og fyrirgefið mig þó ég segi það, ég hef sagt það stundum og ég gera það vegna þess að Kristus sjálfur vitnaði í óvin Guðs og manna og kallaði hann djöful. Þess vegna þori ég að segja í ljósi hreinningarinnar, það virðist allt vera að fara til fjandans í þessum heimi í dag. Það ekki? Þá gott að hafa þessa von, þessa fullvissu. Það eitthvað handan við þetta allt saman. Ég ætla að þreyja og þrauka vegna þess að Guð að smíða borg handa mér og handa þér. Þarna áfram í 11. kaflanum í 13. versi segir allir þessi menn, það búið að vera að telja upp margar trúarhetjur. Þeir dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrirheiti. Hvað getur við verið að krefjast einhvers af Guði? Gerðu þetta og gerðu hitt og það búið að draga svo lengi að þú gerir eitthvað á loforði þínum. Þegar þessi menn, þessar trúarhetjur, þeir dóu hver öðrum án þess að sjá fyrirheiti rætast í þeirra lífi. En Guð hefur aldrei sagt hvenær hann ætlar að uppfylla eitt og annað. Heldur bara að það mun gerast og á það getum við treyst. Þeir sáu þessi fyrirheit álengdar og fögnuðu þeim og játuðu að þeir væru gestir og útlendingar á jörðinni. Getum við litið á okkur sjálf sem útlendingar hér? Við erum bara gestir. Við eigum ekki heima hér, ekki þessum vonda syndu og heimi. Það búið að eyðileggja af óvinni Guðs og manna. En Kristur fer að koma og hann mun gera allt nýtt fyrir okkur. Í 16. versi segir, nú þráðu fyrir betri ættjörð. Það að segja himneska, þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá
að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Borgin þegar til staðar upp á himni. En það kannski verið að bæta við hana eða kannski drottinn að þenja hana meira út því að hann reikna með alveg svo þegar að Nói smíðaði örkina. Hún var nógu stór til að bjarga mörgum manneskjum, heilum ættkvíslunum. Og þannig með borgina. Hún nógu stór fyrir alla jarðarbúa ef þeir bara vilja taka við þessum boðskap. Og Guð, hann skammar sín ekki fyrir svona menn, karla og konur sem blygða sín ekki, skammar sín ekki fyrir Guð. Þá skammast hann sín ekki fyrir okkur. Og þið ætlið ekki að bregðast Guði, það? Að hann þurfa að skamma sín fyrir þig eða okkur. Í 21. kaflanum í Upprunabókinni segir í 10. versi að hann, auðvitað það Guð, gegnum engilinn sem að tók Jóhannes og flutti hann í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi með borginni helgu, segir Jóhannes, Jerúsalem, sem steig niður af himni frá Guði. Og þetta gerist eftir 1000 ári. Það annar efni sem við stúdderum öðru hverju. Hún hafði dýr Guðs, ljómi hennar var líku dýrasta steini sem jaspisteinn, kristalskær, hlustaðu ykkur. Það ekkert fallegra og hreinna, tærara en byggingarefni í þessari borg. Það aukar ekki, það máist ekki, það verður alltaf ljómandi, skínandi fagurt eilífð. Ég vil fá að vera þarna alla eilífð. Hvað með ykkur? Auðvitað. Það segir líka í 12. versi að borgin hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraels sona voru rituð á hliðin 12. Synir Jakobs. Þetta voru ekki alltaf englar. Þeir voru sumir hverjir bara virkilega leiðilegir og alltaf glæpsamlegir. Þeir seldu bróður sinn í þrældóm, ætluðu að drepa hann. Hugsaðu ykkur. En nöfn þessara manna verða á borgarhliðum hið efra. Þetta segir mér að það von fyrir okkur þó að við lítum tilbaka og hugsum ég var þetta og ég gerði þetta, ég sé svo eftir þessu og svo framvegis. Það skiptir engu máli hver fortíð þín kann hafa verið. Þú getur meðtekið hjálpræður Guðs í dag því að hann hefur búið stað einmitt fyrir þig. Einmitt fyrir þig. Hver sem þú ert. Hver sem fortíðin kann að vera í lífi þínu. Svo leyfum okkur að sjá okkur ganga inn eitt af þessum hliðum. Kannski það hlið sem ber nafn sem kannski þú gætir svona hugsaðir, já, allir ég ekki svipar og þessum. Ég svo Levi, sem var nú ekki besti maðurinn, eða, hver annar sem Og svo segir